Ég heiti Kristín Ingólfsdóttir og þið kannski kannist við mig hérðan. Og ég búin að heyra ykkar skemmtilega hópi núna í meira en ár. Og ég hef starfað sem hjúkrunarfræðingur í 50 ár og hef komið víða við á mínu starfsferli. Og Margrét okkar, hérna fremstu bekk, og bað mig að segja frá starfsævinni minni og sérstaklega sendiferðin sem ég fór á vegum Rauða krossins. Og ég ætla líka að segja ykkur frá að 2 af 4 sendiferðum og á meðan verður, ég gerir skil á 2. Og svo verður ljósmynd, skrollar þetta hérna, já, þetta. Og hérna, hann sér það hann sonur minn. Og svo innan handar tengdadóttir mín líka. Já, ok. Þetta eiginlega öll fjölskyldan. Svo ég segi ykkur stuttlega frá mér og ég fædd og uppalin á Hellisandi og hérna á 1 son og 2 barnabörn. Og í gegnum árin hef ég menntað mig á ýmsum sviðum og ég hef komið víða við. Og segi stuttlega frá minni menntun. Ég tók kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands, undirbúningsdeild 1974. Hjúkrunarfræðingur frá Hjúkrunarskóla Íslands 1975 og sérmenntun í svæfingarhjúkrun í nýja hjúkrunarskólanum 1979 og ljósmóðir í Ljósmæðraskóla Íslands 1987. Og ég fór í alls 4 sendiferðir erlendis á vegum Rauða krossins. Fyrsta ferðin var Tæland 1979 til 80 sem þið fáið að sjá á eftir. Og númer 2 Kenía 1981 býður seinna. Og Tæland aftur, en inn í Tæland og þar 1985. Og svo kemur Tyrkland 1991 og svo Súðavíkurslysið í 1995. Ég var í fyrsta hóp heilbrigðisstarfsfólk sem fór frá Reykjavík með varðskipinu Tý. Ég var valin í þennan hóp vegna reynslu minnar af sendiferðum þar sem stríð og hörmungar geisuðu. Þá byrja ég að segja ykkur frá fyrstu ferðin okkar. Árið 1979 brutust út stríðsátök á landamærum Tælands og Kambódíu. Þessi lönd í Suðaustur-Asíu. Ég var fengin í hóp hjúkrunarfræðinga ásamt lækni og fararstjóra á vegum Rauða krossins til þess að fara og veita hjálparhönd á átakasvæðinu. Þetta var fyrsti hópurinn sem sendur var frá Íslandi í slíkum erindagjörðum. Og hér sjáu þið mynd af landamærum Tælands og Kambódíu. Og ég get bara að lesa þetta. Hérna Pol Pot var leiðtogi og hét Khmer Rouge og kallaði Rauða Khmer. Og sem réði Kambódíu á þessum árum. Og hvítu Khmerarnir stjórnuðu í búðunum í Nong Samet, í búðunum sem við vorum að vinna við og stóðu vörðum landamæri Tælands. Þeir voru 2000 vopnaðir hermenn á landamærunum innan landamæranna. Eftir 14 klukkustunda flug lentum við í Bangkok 7. desember 1979. Mér var sagt að taka malaríu lyf af því að það mikið moskítóbit og þetta skaðræði ef maður veikist af malaríu. Og ég tók töfluna í flugvélinni og ég var mjög sein á því og svo fór ég einhvern tímann á salernið og þá sá ég var með bláa varir og bláa nöglunum.
eins og ég væri í súrefnisskorti. En þannig ég fékk náttúrulega svolítið svona bara, mér fannst þetta óþægilegt, en svo jafnaði ég mig og þegar við lentum að fljótlega eftir það að þá fengum við sko 2 sérfræðinga í hitabelti sjúkdómum fljótlega til við konur sem hjálpuðu mér og gáfu mér önnur lyf í staðinn og ég jafnaði mig fljótlega. Ég var mjög þakklátt að þetta ræðst svona inn í blóði hjá manni. Síðan fórum við á President Hotel, mjög flott hótel og þar hittum við íslenska konu sem heitir Erna Grant, ef einhver þekkir hana. Hún er búin að vera búsett þarna í áratugi. Hún leiddi okkur inn í aðstæður og daginn eftir fórum við í sendibíl á áfangastaðan sem hét Vattanakong. Og það var nálægt landamærum Tælands og Kambódíu og við sváfum í tjöldum í byrjun og síðan voru byggðir búngalóar. Daginn eftir að við komum á staðinn vorum við að bíða eftir sendibíl sem átti að sækja okkur og þá kom í ljós að bílstjórinn hafði látið sig hverfa, sennilega var hann hræddur að láta honum út af sprengjuhljóðinu sem voru allt í kringum okkur. Og síðan fengum við okkur bara okkar eigin Toyota pallbíl með Rauða krossmerkinu og flagginu og fararstjórinn okkar keyrði oftast bílinn. Hann sá eiginlega alveg margt annað. Og vinnudagurinn var frá morgni til kvölds, ég segi 8 til 8 og passað var að borða vel áður en við fórum á stað. Ströng og fyrirmæli voru að vera komin heim fyrir myrkur. Snemma á hverjum degi var hittingur hjá stórri vörugeymslu þar sem við sóttum lyf, umbúðir, vökva og mat og öðrum búnaði sem við þurftum að nota. Og þar biðum við þangað til hering af greint ljós á að við mættum leggja af stað vegna öryggis okkar. Og þegar að leyfi fékkst lögðum við af stað í halarófu. Heilbrigðisstarfsfólk frá mörgum þjóðum í bílum merktum Rauða krossinum og fjöldi herbíla í fararbroddi sem áttu að vernda okkur. Við vorum að fara að vinna upp á landamærunum þar sem stríðið var. Eða var ekki byrjað allavega. Ferðinni var heiti nálægt landamærunum og þar voru flóttamannabúðir sem hétu Nong Samet. Þetta var bambuskýli sem við unnum í og þar kom tæplega 400 mann sem við þurftum að hjúkra daglega. Fyrir myrkur hver dag þurfti starfsfólk að fara heim. Það var alltaf verið að segja okkur að við megum ekki vera út í myrkrinu, ekki út í buskanum. Og ýmis vannaring og hitabeltissjúkdómar hrjáði flóttamennina. Auk þess var 400 til 500 manns á hverjum degi sem fekk auka fæðu hjá búðunum. Starf Íslendinganna var í því fólgin að greina sjúkdóma, veita nauðsynlega meðferð og annars matargjafir og á sérstakri stöð sem sáum viðbótar matargjafir og aðallega fyrir börn og þungaðar konur. Flóttafólki var að öllum aldri og það vakti athygli okkar hversu mörg börnin voru og hversu margar konur voru þungaðar. En af fréttum frá ógnaröldinni í Kambódíu mátti skilja að ótal konur hefðu orðið ófrjóar og barnsfæðingu fækkun til muna. Þann 4. janúar, þennan örlagaríka dag, mættum við til vinnu og eins og aðra daga og opnuðum sjúkraskýlið. Stuttu síðan eða 10-leytið fór sprengjuhljóðin að aukast og skothríðin að harðna. Ef ástandi yrði slæmt hafði okkur sagt að gefa fyrirmæli að það var búið að grafa skotgröf við hliðina á skýlinu. Við áttum að henda okkur niður hérna til að vera vissum að við sleppum. Og svo við áttuðum okkur á að hættan nálgaðist óðfluga þegar sjúklingarnir taka á rás út úr skýlinu. Þá vissi ég að þetta var, við máttum ekki vera þarna lengur. Og rauðu khmerarnir voru búnir að ráðast inn í búðirnar. Hluti af íslenska hópnum hafði þegar yfirgefið staðinn með leyniþjónustu bandana CIA í gráum bílum
samkvæmt fyrirmálum ákvað ég að henda mér niður í skotgröfina ásamt konum og börnum og ég vissi ekki hvað tæki við. Óvissan var mikil. Ég sá mann í svörtum fötum með rauðan klút sem var einkennisklæðnaði rauðu knerana. Hann mundaði velbyssu svona beint niður á mig því ég var við opið og ég hugsaði með mér hann mundaði velbyssunni í áttina til mín og í gegnum opið á skotgröfinni það eina sem ég hugsaði var kláraða fljótt. Ég stóð svona og sagði bara ég vildi bara gera þetta strax. Ef hann ætlaði að drepa mig. En það gerðist ekki og þarna húkti ég í tæpa 2 klukkustunda í skotgröfinni, skyndilega kallað á ensku, einhver hér? Og ég rétt gat komið upp orðið, gjörsamlega máttlaus úr hræðslu, af því að það ekki hægt að drekka, maður var þurr, hjartslátturinn og maður bara, ég var eina hvítu fólki. Hitt voru börn og frá Kambódíu, frá Tælandi og Kambódíu. En þá var það Sigurður læknir sem hafði komið tilbaka til að sækja talstöð sem hann hafði skilið eftir í skýlunum. Við máttum aldrei skilja talstöðina því þá gætu óvinirnir komist inn á þetta svið. Þannig að hann kemur tilbaka og finnur talstöðina og hann dröslaði mér upp með öðrum túlki sem vann hjá okkur og hann dró mig burtu úr þessum aðstæðum og ég spurði hvort við ættum ekki að hvíla okkur á bambushúsi sem ég sá þarna í nágrenninu og ég heyrði náttúrulega skothröðina beggja vegna og ég segi við hann, getum við ekki hvílt okkur? Ég alveg að deyja, sagði ég alveg mæg. Og þá var hann, drullaði af stað og dró mig eins og óþekkt krakka, sko. Það var ekki hægt annað því ég gat varla gengið og hef talað. En sko, já, við náðum að komast í stóru skotgröfina og þar voru yfirmennirnir, talsvert fjarlæg yfirmennirnir og þar var samskiptastöðin til þess að hafa samband við okkur öll og þarna var hann komið með talstöðina, það var ágætt. En svo biðum við þar niðri í þetta var stór gröf og við biðum í 2 klukkustundir. Þegar að skothríðin minnkaði var gefið leyfi til að hlaupa á bílunum sem voru allir í kringum okkur. Okkar bíla, allir hópar höfðu sinn bíl. Og þegar við komum að þeim sáum við einhverju bílana hefði orðið fyrir skoti og olíu og lag úr tönkunum vegna þess þeir voru að skjóta allt. Bara allt sem kom, kveikt sem gekk. Við hendum okkur upp á pallbílinn og máttum ekki leyfa innfæddum að koma með okkur. Okkur fannst svo sárt að ýta börnunum og konunum og litlum börnum því þau hafa litið á þetta sem að þau geti komist út úr búðunum og inn í Tæland, en það var ekki svo. Við máttum ekki taka þau og við hlýddum. Síðan keyrðum við rétt út fyrir þennan stað og aðeins inn í landið og þar var sett upp aðstaða til að taka á móti særðu fólki. Ég var þar á meðan, það var ekki gefið neitt frí og þetta var stutt eftir hádegi og hitinn ólýsanlegur. Ég man þetta var 40 til 45 stig sem var á kollinum á mér og ég hélt að það var að líða yfir mig. Það setur einhver maður sem var að vinna með okkur, sett á mig bara hattinn sem hann var með, þannig mér leið betur og gat við unnið. Og dagana eftir, við keyrum á pallbíl og sinna veiku og særðu fólki á pallanum. Fólki sem ekki mátti fara lengra inn í landið. Við gerðum það sem við gátum, borðuðum barnamat, það var engin matur fyrir okkur á þessum stað og við vorum með krukkur sem hafa verið gefnar og við vorum að svona narta í þetta var fæðan okkur á þessum stað, á þessum tíma. En það var líka allt útrunni og þess vegna vildu börnin ekki þiggja þetta. Þau hafa smekk.
Íslenski hópurinn var samið við sig og fékk hrós fyrir söng. Við sungum í bílnum, pallbílnum, með moldina, rauðu moldina, þéttu moldina, alveg við bara sáum alla út. Og við sungum, við vorum kallaðir syngjandi Íslendingar og The Beauty Team. Við sungum til að halda upp í móral og sungum íslenska vísur og lög af því við vorum að fara heim á staðinn sem við bjuggum á. Ferðinni lauk miðjan mars og þá tók við langt ferðalag. Við flugum til Nepal og þaðan með kóngaflugvél frá New Delhi. Kóngaflugvélin, það voru 2 flugvélar sem gátu fara til Nepal og önnur var biluð en kóngaflugvélin, þannig að við fengum að vera í hana til New Delhi þar sem við sváum á gólfinu eina nótt. Vorum að bíða eftir að fara til Parísar og London og loks til Íslands. Þannig að við sátum bara þarna undir lokin. En það kom þarna flugfæri og gaf okkur eitthvað mat og já, ég man eftir því. Og lokaorð, ég kom heim sem breytt manneskja. Það að lenda í svona lífsháska getur verið mjög lærdómsríkt eftir á. Það var gaman að hitta kollega frá hinum ýmsum löndum í þessum aðstæðum. Ég kynntist skemmtilegu og traustu fólki og það var krefjandi en mjög lærdómsríkt ferli. Og ég þakklát Rauða krossinum og þakklát öllum þeim sem hjálpaði okkur. Og nú ætla ég að segja ykkur frá 4. ferðinni sem ég fór á vegum Rauða krossins. Tyrkland 1991, hverfum svolítið þarna á milli. Og þá ég 38 ára. Í aðstæður voru þannig að Persaflóastríðið var háð í Kúveit og Írak. Í janúar og febrúar 1991 var upphaf þessa skamma stríðs var innrás Íraka í Kúveit undir stjórn Saddam Hussein. Á þeim forsendum að Kúveit væri sögulegur hluti Íraks og Kúveita og voru að stela olíu af umdeildu olíusvæði á landamærunum, eða við landamærin. Tilgangurinn var augljóslega að ná valdi yfir olíubirgðum Kúveita. Ég fekk símhringingu þar sem ég var beðin að fara út sem eini sendifulltrúi Íslands til að ganga til liðs við fjölþjóðlegt teymi á vegum Líkunar. Og Líkan alþjóðasamband landsfélaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans. Þau vinna saman. Starf mitt var sem hjúkrunarfræðingur en með víðtækarreynslu og menntun. Og þegar ég kom á staðinn var 150 flóttamenn í flóttamannabúðunum í Ísíkverin og suðaustu Tyrklandi eða í tyrknesku Kurdistan. Já, 150.000 fyrirgefði. Það var mér ætlað að vinna þessa 2 mánuði en það leyti sem að tími minn var hálfnaður var búðunum lokað. Bara örfáu flóttamenn eftir. Og ég hafði þá nóg að gera seinni mánuðurinn en starfsvettvangur minn var annar en upphaflega var ráðlagt. Ég var þáttakandi í einhverju umfangsmestu neyðaraðstoð til flóttafólks sem getur á þessum tíma. Á örfáum dögum flúðu 400.000 Kúrdar yfir landamæri Íraks til Tyrklands. Flestir yfirgáfu heimili sín í skyndi og höfðu aðeins með sér þar sem þau gátu borið. Fólk tók með sér skartgrippi og lausafé og svo aðeins föt sem það stóð í. Sumir voru svo heppnir að hafa með sér teppi. Þegar þau lögðu á stað var ennþá næturfrost í fjöllunum og enda voru margir illa á sig komnir þegar ég kom og það bil 2 vikum eftir að straumurinn hófst. Líklega hafa þúsundir verið látnir úr kulda og vosbúð og sjúkdómum sem brutust út. Flóttamannastraumurinn náði hámarki nokkru dögum eftir að ég kom til Tyrklands, en á innan við 2 vikum fækkaði flóttafólkinu úr 400.000 í 150.000. Ég komst að því að það voru misjafn sauður í hverri fé. Einstaka hjálparstofnanir eru ekki vandar að virðingu sinni. Og það var ótrúlegt að sjá hvað sumar
svokallaðar neyðarsendingar inniheldu og þeir voru úrelt lyf, fatalafrar sem voru bæði rifnir og skítugur. En þetta var undantekning. Ég man eftir að hafa séð sendingu frá Íslandi úr þyrlu teppi sem við Íslendingar sendum á þessa staði og peysur og þetta var látið falla niður úr jörðina úr þyrlu sem flaug yfir og ég fyllti svo mikið svona stolti að vera að taka þátt í þessu, leggja til og sjá virkilega að þetta var ekki stolið, þetta var raun, að þetta voru teppi og peysur sem fullt af fólki prjónaði. Enda sást það best á því heild virðist þetta risavaxna verkefni hafa gengið nokkuð vel á skömmum tíma. Ég ekki minnsta vafa að okkar starf, þar að segja Rauða kross fólksins, skilaði góðum árangri og bjargaði mörgum mannslífum. Þegar flóttamannabúðunum í Ísíkverun sem voru aðalbúðirnar fyrir flóttafólkið og hafði verið lokað og komið upp biðstaði hjá mér. Ég notaði tímann til að gera skýrslur störfin mín í búðunum og bjóst jafnvel vera send heim af því loknu. Svo fór því ekki, en ég var eina örfáum sendifulltrúar líkunar sem var látin halda áfram, hinir voru sendir heim. Og segja má að síðustu 3 eða 4 vikurnar sem ég hafði unnið sem heilsugæslu hjúkrunarfræðingur í fjallahéraðanum, í þyrlum. Ég ferðaðist, fjallahéraðan Kúrdistan. Ég ferðaðist vítt og breitt landamærin og framkvæmdi ásamt lækni rannsókn á börnum þar sem ég tók niður mælingar og kannaði ástandið á þeim, lykt og vannæringu og fleira. Og þessar niðurstöður voru birtar í blaði árið eftir, þessi rannsókn okkar, læknisins, The Journal of Disaster Studies Management, september 1992. Ég fór með þýskum og bandarískum herþyrlum sitt og hvað og sinnti fólkinu beggja vegna landamæranna. Eitt sinn var ég á flugi með bandaríski herþyrlu þegar skyndilega voru opna hlerar og lúgur svona til hliðana og þá sá ég að það fór út vélbyssu, 2 vélbyssur sitt hvort. Og mér verður ekkert ég vissi ekki hvað var að gerast og var auðvitað brugðið, en fljótlega fékk ég að vita að við værum að fljúga yfir sumarhöll Saddams húsin. Og að þeir vildu vera við öllu búnir ef árás yrði gerð. Og maður vissi ekki maður var að fara í lífshættu. Ég spurði á þegar ég fór með þeim. Ég sagði, hvert ég að fara? Það hernaðar leyndarmálsögður. Allir sem þurfti. Ég mátti ekki vita hvert ég var að fara. Hingað og þangað með þeim. Ljósmóðurmenntunin mín og reynslan mín kom í góða þarfir á meðan ég starfaði í Tyrklandi því ég tók mótan 2 börnum. Aðstæðurnar voru náttúrulega frumlegar miðað við það sem maður á að venjast hérna heima. Ég hafði aðeins einföldustu áhöld, ég hafði stetoskóp og svona hlustunarpípu til að hlusta ófríska konur og hanska og spritt og ég hafði bara einföldustu áhöld en þetta gekk samt allt vel og krakkarnir voru hinir myndarlegustu eins og reynda Kúrdar eru og þeir eru yfirleitt glæsilegt fólk og stolt fólk sem gaman að vara að kynnast og þrátt fyrir þessar sérstöku aðstæður. Kúrdar eru þjóðflokkur hálfhirðinga á svæði í suðurvestur Asíu sem kallast Kúrdistan. Þeir eru sunnítar, rétttrúaðir múslimar sem búa margir í mörgum þorpum í fjallahéraðanum, Tyrklands, Íraks og Írans og í minna mæli í Sýrlandi og Armeníu og stunda akuryrkju og sauðfjárbjörn til að lifa af. Og líka þeir eru þekktir fyrir að vefa teppi. Ég keypti eitt teppi, nota bene í fjallunum.
Ég var kölluð út hádegi einn daginn og var beðin að kíkja á konu, hún var þunguð og hún var komin í fæðingu. Hún var stödd inn í moldarkofa liggjandi á teppagólfinu. Einungis konu mátti koma inn til að hjálpa henni. Hún hafði eina hjálparkonu sem mátti ekki gera neitt. Og læknirinn minn sem ég tók með mér, að hann mátti ekki koma inn. Ég hafði orðið mér hlustunarpípu sem ég notaði til að kanna hjartslátt barnsins. Hann var til staðar en var minnkandi. Konan var uppgefin og útvikun ekki fullkláruð. Mér var farin að gruna einhver væri fyrirstaðan. Nokkrum klukkustundum síðar fengum við skipanir að við þurftum að yfirgefa svæði því orðið var áliðið og við máttum ekki vera lengur í myrkrinu upp í fjöllunum því hættan leyndist víða meðal annars að stíga á jarðsprengu sem var búið plantuð allt. Ég lofaði konunni að koma strax morguninn eftir með fyrstu ferðum og ég lagði eldsnemma af stað og ég dreif mig til hennar. Ég fann að hjartslátturinn barnsins var orðinn daufur, konan var komin með útvíkkunin ekki alveg full. Ég vissi ef barnið myndi ekki kvæðast á þessum tíma sem ég var þarna, myndi líklega annaðhvort þeirra deyja, annaðhvort þeirra eða þá bæði deyja. Ég ákvað að þrýsta varlega á kviðinn til þess að hjálpa henni að koma barninu út. Á endanum fæddist drengur heilbrigður með tvívafinn naflastrengur. Það var ástæðan. Og ég gat ekki kalla á lækninn til hjálpa mér, en þetta gekk vel. Ég hlúði að barninu fyrst og svo synti ég móðurinni. Ég hafði engin lyf til að stöðva blæðinguna frá leginu eins og venja gerir þegar við fæðum börnin og legkakan eftir. Og ég var svo heppin að hún kom fljótlega. Þannig að ég gaf mér góðan tíma því ég var snemma á ferðinni til að nudda kviðinn til að hjálpa leginu að draga sig saman og minnka blæðinguna. Því ég gat ekki hugsað mér að fara frá henni eða fara að blæða. Svo ég fékk leyfi og það þurfti að byrgja tjald fyrir framan aðstoðarkonuna og hana til að sýna, og ég vildi sýna honum legkökuna hvort hún væri heil, því það aðalmálið. Þannig ég var svo heppin að hann mátti fara inn og hann gaf kræntljós á þetta. Og svo síðan fór hann út. Og ég kenndi konunni og aðstoðarkonunni að gera það sjálf. Nokkrum dögum síðan var ég að ganga tjaldbúðir á öðrum stað og þá heyri ég kalla Kristín. Þá var ég leidd til konu sem hélt á syni sínum nýfædda. Og hún þakkaði mér fyrir hjálpina og ég fékk hann í fangið, það dásamlegt. Hann var reifaður hvítum kufli. Eftir að ég kom heim til Íslands fékk ég sent póstkort og bréf sem innihélt ljósmynd, þar stóð Dear Dr. Kristín, this is me, your son, Sarkopon. In Sílópi, það landið, og Camp Turkey, this is a present to yourself, your faithfully son, Sarkopon. Oh my God. Og myndi var að myndarlegum eins árs dreng og það passaði og var tekin í Sílópi 11.4.1992, já. Og lokaorð, ég hef fengið að lifa litríku skemmtilegu lífi og þakklát fyrir það. Ég ferðast víða og upplifa margt bæði fallegt og ljótt. Ég hef farið allan heim, ekki allan heim, en ég farið til svo sem Japan, Hawaii og Tævan og Kuala Lumpur bara sem svæfingahjúkrun á ráðstefnum. Það svo gott að vera hjúkrunarfræðingur, við fáum að fara á ráðstefnur. Og ég notfærði við það líka. Og svo gátum við farið, þegar við fórum tilbaka eftir ferðina, þá gátum við alltaf farið til einhvers staðar sem okkur langaði að hvíla okkur. Eða fara. Eftir að hafa séð það sem ég sá, þá ber ég von í brjósti og að heimurinn verði batnandi fyrir komandi kynslóðir.
þakka fyrir þetta var þetta fallega. Svo spurning hvort það sé eitthvað spurning? Já. Svo það bara, já, einhverja spurningar. Það voru þið mörg þarna í fyrirferðinni. Fyrirferðinni voru við vorum 4 hjúkrunarfræðingar og læknir og svo svona fararstjóri, hann sá mjög margt allt, já, hann keyrði bílinn líka. Og þið voru svo ungar syndist mér, hvað voru þið gamla? Við vorum 20 og hvað Björg? Hún ein hérna, sjáðu? Já, 28 var ekki. 28? Já. Vá, þetta alveg magnað, sko. En Súðavíkin, þú sagði... Ég með 3 aðrar, Kenía og aftur Tæland, það var annað svið sko, og svo Súðavíkur sem þetta komst ekki fyrir. Nei, en var það ekki átakanlegt? Gríðarlega, það alveg tætti mann að innan. Það var erfiðasta nokkuð sem ég á ævinni upplifað að vera í varðskipinu 10. Og bara bíða eftir að maður færi bara í sjóna þegar fekk brotsjó á sig og fór og lýsingu á leiðinni. Það var sólarhringur. Og svo þegar komast í land þá þurfti maður að krafsa sig upp úr bakkanum. Það var ekki neitt tekið á móti manni þarna þegar maður fór í frystúsið. Og ég var rétt bara dottin niður. Kristín, má ég spyrja þarna þegar ég voru á húsi, hvað var það svona aðalverkefni? Hvar? Hvað voru þið aðalega að gera? Í hvað landi? Þau varst þarna fyrst í Tælandi. Tælandi. Tælandi meina ég. Við vorum líka við fórum þarna á þessa stöð sem ég var að segja sko, sem að birgðastöðin og þar síðan fer maður þaðan og dótið og við vorum náttúrulega bara að skoða börnin og áverka voru miklir og alls konar sjúkdómar, hitabelti sjúkdómar líka, kólera og malaría var algeng, malaría var mjög algeng og sár á börnum og þetta gengur, þetta ekki til töflur eða skó. Þannig að þetta var sýkingar og skurðar og eftir árásir líka. En við vorum þarna eftir að árásin var gerð, þá förum við aðeins út fyrir og svo næstu daga gerðum við það. Gerði ég ekki skil. Að þá gerðum við þannig að við settu sandi í poka og svo var bárujárn sem var sett inn og þetta átti að vera til að forða því að skotin komist í gegn. Og þá var það rétt fyrir utan hennan kamp sem á sinn stað sem árásin var. En þá virkaði þetta bara eins og heilsugæslustöð þetta ekki bara? Jú, eiginlega sko, já. Og bráðamóttöku? Og svo fórum ég man eftir að hafa farið, man ekki hvort að þú komst með mig Björg, við fórum upp fastins mér rús var lík og ég hélt ég ætti ekki að hjálpa þeim. Ég hélt ég ætti að hjálpa mínu fólku, mér rús. Og ég hugsaði með mig að þeir gerði árásina á okkur. Og ég hélt að svo það ekki þannig, svo bara fer maður og þetta yndislegt fólk líka. Já. Kristín, þakka þér óendanlega fyrir þetta snerti. Ég fór að gráta því svo myndina af litla stráknum sem ég hjálpaði að fæðast. Þetta er svo dýrmætt og svo sannarlega ert þú að gera þennan heim fallegri, bara með öllu því sem þú hefur gert og ert að gera og takk fyrir það. Svo langaði mig að spyrja þig hvernig lifðir þú þetta af andlega, horfa upp á þessar hörmungar, fólk bara særa og meiða börn annarra, hvernig lifir maður þetta af? Sko ég átti ekki barn þá, en ég átti barn þegar ég var í Tyrklandi. Og það var rosalega erfitt. Ég fekk að hringja einu sinni, þá fór ég til bandaríska hersins og grátbaði að fá að hringja til Íslands. Mér langaði svo að heyra í syni mínum. Og þeir hjálpuðu mér að leita landsnúmerið og eitthvað svona sko. Og svo náði ég að tala við hann og pabban, en þegar ég heyrði í honum þá hábrotnaði ég niður. Það var ekki flókið. Ég var nú ekki gamall, en ég man ennþá eftir símtalinu. Já. Ég man eftir hvar ég var
þegar pabbi kallaði og hvernig ég hljóp á símanum og já, það var erfitt að skilja því fyrst sinn og það var það mikið grátur. Og já, takk fyrir, þú manst þetta þó. Af því mér fannst hann er einbirni og ég elska hann svo rosalega mikið sem ég segi hvernig. En svo hlóu hermennirnir sem voru í kringum mig hlóu og gerði gys að mér. Ég bara gerði svona. Ég sagði bara, takk, sagði ég og sagði bara takk þegar ég lagði tólið á. En ekki láta hlæja mér meir. Já, endilega. Ég vil bara segja þetta er alveg mögnuð frásögn. Ég næstum fór að gráta þegar þú varst að taka út í litla barninu. Ég er nýbúin að eignast barnabarn sjálf. Já. Og þetta snerti mig svo rosa. Ég veit það, sko hjarta mitt. Þetta er... Hvernig þú bara tókst á þetta og tækninguna heim. Mér finnst það alveg bara takk. Já, takk fyrir. En það sem maður er ungur þarna. Og þið vitið, sko, og maður er það er gaman, það var oft rosalega gaman og fyndið. Margt. Manstu það ekki, Björg? Já. Við hlóum. Eins og þetta hló. En hvernig maður höndlar eftir á, og ég kem dofin heim eiginlega eftir svona. Sérstaklega það sem stríðsátök. Það tekur rosalega á. Og ég bara grét alltaf. Og bara fjölskyldan maður sennilega séð mig ofta gráta. Og hann hefur oft spurt við mig, mamma mín, af hverju ertu að gráta? Ég veit það ekki, ég bara veit það ekki. Og svo fékk ég skýringu að þetta er áfallastreita. En það tóku nokkuð mörg ára að ég fékk hjálp. Og ég er svo þakklát. Og ég er búin að fá mikla hjálp líka og ég hef notið hennar. Og maður breytist og maður þroskast. En ég er alltaf sama litla Stína samt. Og mér finnst gaman að þessi og ég elska börnin mín alveg í tætlur sko. Og þau fá að vera bara helst vill ég hafa þau alltaf. Og hvað get ég, sko mér finnst ég þarna á sínum tíma, mér langar svo að taka einhvern og ég ætla að ættleiða. En ekki á stríðsáttum, það er ekki hægt. Ég ætla að gera það þegar ég var í Kenía. Ég ætla að taka 2, þau hendist á mér og ég elska þau, keypti föt á þau og allt. Þau voru bara ber og bara, já, í Kenía. Og ég man eftir að ég ætlaði bara hringja eitthvert og spyrja hvort ég mætti taka þessi með mér til Íslands. Og þá var sagt, ég forðaði frá því vegna þess að þá kemur allt héraðið og biðið pening og voru að borga fyrir þetta. Og þá finnast allt í einu mömmur og pappar. Þau senda svolítið börnin líka á mann og þau laðast að manni, bara einlæglega. Og svo kemur bara og ég vissi ekki að þegar þessi einn strákur þarna sem ég hélt nú mikið upp á, hann svona kvikk og skemmtilegur, að hans sko, það var sagt, svo sagði túlkurinn sem var með mér, að þá sagði hann, þú verður að passa þig, ef þú gerir eitthvað, þá farðu sko, kemur einhver fólk frá einhverjum heilbrigðisstofnunum eða eitthvað svona og það fer eitthvað ferli og þú kemst allt ekki út úr því. Þannig að ég bara hætti við allt. Okay. Og átrúðabörnuna sem betur fór. Barnabörn. Er ekki bara tilvalið mamma að við höldum áfram með framhaldsfyrirlestur síðar með þessar rífandi undirtektir? Mjög áhugavert, Kristín. Stórkostlegt að fá að heyra þessa sögu. Maður heyrir svona ferðir og veit ekkert, áttar sig ekkert á því, sko, í hverju það félast. Þetta er eitthvað bæði fjarlægt og framandi og bara... Snertur þetta manns djúpt. En ég upplifði líka, maður verður svolítið sjóaður.
Já. Maður einhvern veginn, maður læri líka reynslunni, en maður þarf líka að reka sig á stundum. Eðlilega. Og og sko, ef ég segi, ég hefði ekki viljað missa af þessu þrátt fyrir ég var upp í fjallahéröðum, alveg að drepast, ég datt út, ég vaknaði úr tjaldi og það var frost úti, ég hélt ég myndi bara fristast, ég rann bara niður af því þetta var svo bratt, við sofum þarna fyrst í þessum fjallahéröðum og ég man eftir að kuldinn var rosalegur, það var bara frost. Ein spurning hérna, Kristín. Mér langar svo að vita, veistu eitthvað þennan dreng sem þarna situr? Ég er búin að fá mörg bréf frá þessum stöðum, en ég hef bara, ég geymi þau. Nei, mér dætti bara í hvort þú hafið prófað bara inn á Facebook. Nei, ég veit ekki hvort það myndi heita því sama, sko. Nei, svo það. Því ég hef ekkert annað þetta, sko. En ég gaman að segja frá því að þegar við vorum að skoða þessi bréf sem hún fékk, að þá í einu þeirra sem við fundum síðan ekki aftur, þá komast við að því að þessi drengur fékk millinafni Kristín. Já. Það fundur það svo ekki aftur. Það var nú eitt. Það var kallað Kristín, það var EN. Já. Oh my god. Já, það er rétt. Við fundum það svo bara ekki aftur. Og það hlýtur að vera í bunkanum. Eða svona bunkan. Já, við erum okkar til að segja eitt svona hlut að lokum. Snýr að því að við eigum einn lítinn 8 ára snáð, ég og Ingunn hérna, sem er mikill ævintýrakall og elskar Indiana Jones og öll önnur ævintýri. En hann sagði við mig, núna erum við búin að síðustu kvöld að vinna hana fyrirlestu með mömmu og hann sagði einmitt, hann hefði ekki hugmynd það að amma, þessi sama og eldar pasta og velur sjónvarpsþætti fyrir krakkana og svona, að hún hefði verið þessi ævintýramanneskja. Þessi ævintýrahetja. Þessi hetja. Þetta árið Indiánum til að gama. Og það var ekki alveg sama sem merki milli ömmu, Stínu ömmu, og þessarar ævintýru. Hann blindnar nú bara. Já, en hvernig, þið náttúrulega skrolluðu hérna. Já. Var ekki gaman að sjá? Jú, samlega. stórkostlegt. Það er svona útskýrir margt, sko. Já, það gerist. Við bara bíðum eftir framhaldi, Kristín. Er það ekki? Jú.